Í undanúrslit Mjólkurbikarsins og í toppbaráttu ætla sér aftur í bestu deildina. Tvanna hins vegar búinn að flauta í gang hér og Tvanna fljótur að byrja að telja þarna. Hér hins vegar tappast boltinn ekkert en Úlfur Ágúst með skoti en þetta ver Ásgeir. Bakvið og Þorlákur Breki með gott laup og kemur sendinguna fyrir markið og hér Lúbisitt, skilur hann eftir hér en F-fangun á að bjarga þessu, sleppa með skrekkinu, þetta ekki búið. Alfa fær hann síðan hér, Alfa fyrir inn á teginn, fyrir á vinstri með skot og boltinn kemur á fjær, Stefán Alexander Lúbisitt setur hann í netið, hann búið að flagga. Hélt í smástund þannig að hann væri búinn að skora 5. mark sitt á leiktíðinni. Hann ekki... Halldórsson tekur hana. Lyftur hún hérna nálægt marki og þetta kýlt frá, dettur hér fyrir Kristján Frosta sem har skott í varnarmann og þeir eru komnir yfir hér Adolf Daði Birgisson sem kom inn á svo varamaður hér í upphafi leiks að gera annað mark sitt á leiktíðinni, fylgir eftir skoti frá Kristjáni Snæ sem fór í varnarmann, datt fyrir hann og hann gat nánast bara rennt honum í netið því að Ásgeir Orri var að elta fyrra skotið og nærhornið stóð galopið. Keflavík 0 FH 1. Adolf Daði Birgisson að gera annað mark sitt á leiktíðinni. Sjáum hérna kemur skotið frá Kristjáni. Dettur síðan fyrir Adolf Daða og Ásgeir Orri í markinu er ennþá bara að reyna að koma sér í stöðu þarna þegar boltinn syngur í netinu. Kári, þá Úlfur kemur honum á Kjartan Kára. Kjartan Kári í sinni uppáhaldsstöðu í raun og veru hérna. Kjartan Kári með skotið og tvöfaldar forskot F-fanga kom sér og F-fangið kom honum í hans uppáhaldsstöðu og þá er ekki að spyrja að því Kjartan Kári Halldórsson að gera 3. mark sitt á leiktíðinni og F-fangar að ná hér 2 marka forystu þegar að rétt rúmar 4 mínútur eftir að fyrra áleik. Frábær afgreiðsla frá Kjartani Kára, smellir honum upp í nærhornið. Keflavík 0 FH 2. Sjáum aftur hér, Úlfur lætur Kjartan Kára fá hann, Nacho bakkar undan honum, fer á hægri fótinn og þrumar honum upp í nærhornið. Frábært mark, já, Kjartani Kára. Hér á Adolf tilbaka hér á Tómas Orra. Tómas Orra lyftir honum bara hérna fram á við og Baldur Kári fellur inn í tegnum næstu nær hins að boltanum og boltinn fer síðan hérna af að mér sýndist Marin Brigitte og Davíð síðan lyftir honum hérna fram völlinn og flaggið fer nú ekki á loft hér og hér Mohamed komin inn á teginn og setur hann fyrir markið. Stefán Alexander hittir hann ekki vel með hægri og síðan kemur skotið sem varið hérna fór á varnarmanni held ég. F-fangunni 3-2, Kjartan Kári hægir hins vegar aðeins á þessu. Kjartan Kári lítur síðan hér upp og ítur honum til hliðar á Tómas. Tómas nær að koma um Úlfur setur hann inn fyrir. Hér Kristján Flóki og þetta varið af Ásgeiri Orra í markinu. Þarna var svo sannarlega. Dagur og svo kemur sendingin hér upp í horni og kemur sendingin fyrir og hér þeir að minnka munin. Stefán Alexander Lúbisitt að minnka munin hér þegar að einhverja 40 sekúndur eftir af uppgefnum uppbótartíma gerir hér 5. mark sitt á leiktíðinni. Stefán Alexander. Kraftmikið hlaup frá Axel Inga og smelt honum fyrir markið þar sem að Stefán var á fjarstunginni og á þessari leiktíð og það væri þá kannski bara eftir því að þeir fengi á sig jöfnunarmark hér. Al-Ghul lyftur honum inn á teginn, Jökullinn sem kýlir þetta í burtu, boltinn rekkur hér út fyrir og kemur aftur inn á teginn hér og hér síðan skalli og þetta búið. Leik lokið hér á HS Orkuvöllum og fyrsti sigur F-fanga kemur hér í 10. umferð.